Eyþingssvæðið sem nær frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru tæpir 22.000 ferkílómetrar að stærð. Þar eru 13 sveitafélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Í fróðleiksmálunum ætlum við að kanna framtíðarmöguleika á Eyþingssvæðinu á 8 mismunandi sviðum. Í fróðleiksmála dagsins fjöllum við rannsóknir. Rannsóknir gegna mikilvægu hlutverki á flestum sviðum og geta verið af margvíslegum toga. Með athugunum og prófunum koma fram niðurstöður og staðreyndir sem oft á tíðum geta skipt sköpum framþróun verkefna. Fjöldi áhugaverðra rannsókna eru stundaðar á Eyþingssvæðinu. Hér eru í fullum gangi rannsóknir á lífríki í lofti, láði og legi, rannsóknir á ferðaþjónustu, fólki og fornleifum, náttúruöflum og svona mætti lengi telja. Hér eru líka starfandi nokkur rannsóknarsetur og eins eru rannsóknir stór hluti af starfi háskólasamfélagsins. Greta Bergrún Jóhannesdóttir starfar á rannsóknarsviði þekkinganets Þingeyinga en við fengum hana til liðs við okkur og báðum hana að velta fyrir sér framtíðarmöguleikum á sviði rannsókna á Eyþingssvæðinu. Við náttúrulega stöndum ágætlega að við höfum svona stóra stofnun eins og Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri sem hefur burði til að sinna alþjóðlegum rannsóknum og akademískum rannsóknum og svo erum við aftur með svona smærri rannsóknarstofnanir. Við erum með stofnun eins og Náttúrustofu Norðausturlands sem sinnir ýmsum náttúruvísindarannsóknum, teljandi fuglaátum, móa og mela alla daga og svo aftur stofnun eins og þekkinganet Þingeyinga sem ég vinn fyrir sem sinnir í rauninni nánast eingöngu svæðisbundnum rannsóknum. Og svona meira að horfa í samfélagið og byggðaþróun, sérstakra byggða og horfa svona í svæðið kannski í heild. En auðvitað höfum við líka horft í landsvísu ef að þarf. En ég myndi segja að við stöndum allavega nokkuð vel að þessu leyti. Það sem hefur kannski breyst það að það eru komnar til dæmis þessar svæðisbundustofnanir eins og þekkinganet Þingeyinga í Þingeyjarsýslum sem með rannsóknarsvið og Náttúrustofa Norðausturlands. Þessar tvær stofnanir voru ekki til fyrir 10 árum síðan og við erum að horfa á kannski meiri, núna til dæmis hafa verið miklar jarðskjálftarannsóknir á Norðurlandi, auðvitað bara tengt við jarðhræringar og slíkt. Og það sem hefur í rauninni breyst það að aðstaðan fyrir rannsakendur á öllu Norðausturlandi orðin svo góð að það rauninni sama í allavega á okkar svæði í hvað byggðakjarna það kemur, við getum alls staðar boðið upp á aðstöðu. Þá fyrir skrifstofu aðstöðu eða þannig að þú getur sinnt rannsóknum á svæðinu. Og það eitthvað sem mjög nauðsynlegt til þess að laða að rannsakendur að hafa aðstöðu til að bjóða þeim. Það náttúrulega alltaf hægt að breyta og bæta og ég get svo sem ekkert kannski svara fyrir öll fræðasvið. En það sem ég horfi kannski svolítið á núna til dæmis ef við horfum á vaxandi atvinnuveg eins og ferðaþjónustu. Ísland hefur verið byggst upp á landbúnaði og sjávarútvegi frá örófi alda og núna erum við að horfa upp á atvinnugrein sem bara skjótast fram úr öllu hinum á ógnarhraða í rauninni ef svona horfum til langtíma. Og okkur vantar svolítið mikið þarna finnst mér svona félagsfræðilegu tenginguna. Við erum svolítið mikið að horfa á, Íslendingar eru svolítið að telja peninga og við erum svolítið að telja ferðamenn og hverju þeir skila okkur í kassan og hvert þeir fara og hvað náttúruperlur þeir skoða. Það sem ég vil svolítið horfa á mannaflinn á bakvið. Þú ert þarna með þá atvinnuveg vaxandi sem byggir nánast eingöngu á þjónustustörfum. Þjónustustörf sem slík, auðvitað ekkert óplægður akur að rannsaka það, en til dæmis bara eitt af mínum svona áhuga sviðum eru svona kynjabreytur og jafnréttisumræða. Og nú var til dæmis bara í fyrra hópur ungs fólks sem gerir athugun á þjónustustörfum, þar sem kemur í ljós að mikill fjöldi af ungum stúlkum verður fyrir áreitni í þjónustustörfum. Og þetta svona hluti sem þarf að horfa í
þegar þú ert með vaxandi atvinnugrein sem byggir nánast eingöngu á svona störfum, að mannaflinn á bakvið og hvernig, sko, hvernig þetta fer í rauninni með fólk, sko. Og alls ekki það þurfa að fara eitthvað illa með það, en það þarf að horfa þarna á breytur sem við erum ekkert endilega að leita eftir. Og eins ef við horfum á ferðaþjónustugreinina að þarna erum við líka kannski að horfa á lítil sjávarþorp sem og eldra fólk sem hefur bara alið upp við það að lífið er saltfiskur og þar fram til götum, að þú ert kannski allt í einu komin á 10 árum búin að breytast úr sjávarþorpi í ferðaþjónustustað og ferðamannastað. Og þetta eru samfélagsbreytingar sem eru svolítið róttækar og kannski skipta miklu máli fyrir fólk og hafa áhrif sem við erum kannski ekkert endilega að leita eftir. Framtíðarsýnin auðvitað svolítið svo að við förum meira í langtíma rannsóknir og meira í sem sagt svona auðvitað alltaf gott að taka sko tölfræði og niðurstöður og þar fram til götum. Það sem ég horfi kannski svolítið meira að Íslendingar ættu kannski að horfa aðeins meira í eiginlega rannsóknir. Við erum svolítið mikið í tölum og tölfræði. Það lítið í rauninni, svona ef maður horfir erlendis til, þá lítið gert af eiginlegum og svona dýpri rannsóknum á Íslandi. Við erum lítið að fara inn í kannski lítið byggðarlög sem hafa mátt þola mikla fólksfækkun. Við erum lítið að tala við fólkið og fá svona dýpri þekkingu. Þetta meira kross á blaði og upplýsingarnar sem við fáum þannig. Þannig að til lengri tíma litið held ég að í rauninni mættu við kannski örlítið breyta rannsóknar aðferðum að þessu leyti að þekkingin komi meira úr samræðunum, úr samtölum við fólkið og ekki bara tölfræði. En það svona bara framtíðarsýn sem að ég horfi og væri mjög gaman að sjá. Fyrir utan þá þessa auðvitað bara að halda okkur við svæðisbundnar rannsóknir og svæðisbundnar þekkingu. Þekkingin á staðnum skiptir mjög miklu máli. Að rannsakandinn hafi þekkingu á svæðinu og kannski sé ekki alltaf að koma eins og einhver hönd á ofan sem skilur ekki samfélagið. Það náttúrulega aukin samvinna á Eyþingssvæðinu væri mjög góð. Og ef við horfum til dæmis á ferðamálastúdíu sem verið að gera núna á Húsavík, þar samstarf Háskóla Íslands, Þekkingarnets Þingeyinga og fleiri stofnana saman. Og þá erum við að fá miklu dýpri þekkingu og svona yfirgripsmeiri. Þannig að ég held að aukið samstarf sé alltaf af hinu góða, því að þú vilt ekki vera alltaf að gera sama hlutin aftur og aftur. Og það í rauninni ekki til neitt rannsóknar grunnur fyrir Norðurland. Það engin staður þar sem þú getur leitað á ef að kemur nemi inn til mín sem ætlar að rannsaka þetta, þá þarftu alltaf að fara í þetta að googla og finna hluti. Svo kannski búið að rannsaka þetta en þú finnur það ekki af því að það ekki undir ákveðnu heiti. Þannig að oft að fara fram hjá manni kannski hluti sem að búið að kanna út frá öðru sjónarhorni en það vantar þessa samræðu þarna á milli. Þarna getum við alveg örugglega bætt okkur. Draumasýn með engum hindrunum náttúrulega kannski svolítið óraunhæf. En það sem að maður myndi vilja sjá auðvitað fyrir utan svona þessa langtíma rannsóknir sem myndi skila bættari byggðum, að það meiri úrvinnsla og eftirfylgni. Manni finnst stundum sem rannsakanda að þú ert að gera rosalega flotta hluti og þú ert að kynna rannsóknina og skila fínu niðurstöðum og svo lendir þetta ofan í skúffu. Af því að það í rauninni, það vantar svo oft þarna einhver til að fylgja það eftir. Þannig að í hinum fallega draumaheimi þá væri þetta svolítið svoleiðis að það væri einhvern veginn alltaf meiri eftirfylgni og það ekki hlutverk rannsakandans. Okkar hlutverk stoppar svolítið þar, við erum komið með niðurstöður og búin að skila á þetta og hvað vil ég gera með þetta og við getum í rauninni ekki gert meira. Þannig að draumasýnin væri kannski þessi svona að það væri meiri úrvinnsla og meira tekið tillit til niðurstaðna. Við erum alltof oft að fá
niðurstöður sem að bara henta ekki einhverjum ákveðnum og þá bara horft fram hjá þeim. Það kannski hentar ekkert að vita það að þessi ákveðin jarðskjálfta hætta á svæðum þar sem á að byggja eitthvað risa batteri og þá kannski pínu horft fram hjá því. Eða að þetta sé að eyðileggja fuglalíf og náttúruminjar og þá pínu horft fram hjá því af því að niðurstöðan henti ekki. Þannig að draumasýnin svo að þetta yrði meira tekið tillit til þess. Einnig náttúrulega að það sem að ég vil sjá eru auknar áherslur á jafnrétti og á jafnréttisrannsóknir. Við erum alltaf að horfa í landsbyggðar- og svæðismyndarrannsóknir og það hefur verið aukin áhersla á það að konur kjósa síður að búa á landsbyggðinni. Og ég vil svolítið vita af hverju og horfa meira í það. Af hverju þetta og hvernig getum við breytt þessu og hvernig getum við lagað það til þess að landsbyggðin sé góður staður fyrir alla til að búa.